Komið sæl og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér Morgan. Vertu velkomin. Meðstofnandi í rétti barna og flótta. Já. Það auðvitað mikið að gera hjá ykkur þessa dagana. Við höfum fylgst með mál Jasans, vakti mikla athygli hérna á síðasta ári og svo var það Emma litla sem að núna fyrir nokkrum dögum fekk svona framlengingu dvalarleyfis. Hvað kannski bara svo við byrjum á byrjuninni, hvað réttur barna og flótta? Réttur barna og flótta í rauninni félag sem að reyna að fá réttindi barna og flótta virt á Íslandi samkvæmt það sem barnasáttmálinn eru að í rauninni krefjast. Við sjá rétti barna og flótta, við vorum bara að sjá að fullt af börnum á flótta voru í rauninni meðhöndlað sem farangur foreldrar. Oftast í mál þeirra þau voru valnefnd og við ákveðum að í rauninni styðja börnin með því að fjármagna lögfræðingakostnaði fyrir mál þeirra og líka styðja foreldra félagslega til að hjálpa foreldra að hjálpa börnin í tímabili sem mjög erfitt. Börn sem eru að koma til landsins og eru að sækja vernd eru að búa í óvissu í mjög langan tíma og við erum að sjá mikið kvíða, mikið þunglindi sem að byggja upp á meðan fyrir að bíða og þegar fyrir að fá fyrsta synjun oft þetta alltaf versna. Í raun, já. Svo það Og hvernig þjónustunni háttað fyrir þessi börn sem eru í þessari viðkvæmu stöðu og eru til dæmis farin að finna fyrir kvíða og annað? Ég held að það sé ekkert gert nema foreldra sé að krefjast aðstoð og í rauninni oftast það ekki einu sinni nóg fyrir foreldra að segja að börnin líða illa. Oftast foreldra sjálf eru í mjög vondu stöðu og geta lítil gert sjálf fyrir sjálfan sig. Og börnin gleymst. Það í rauninni, já, í allt þetta við erum að gleyma að foreldrar þegar þau koma til landsins, þau koma fyrst og fremst til að verja börnin sín og það kannski stundum mál að foreldrar gæti lífa af að vera samt tilbaka en börnin sem eru með eru að missa tíma í lífi sinni sem barna. Þeir eru að flækja á milli kerfi, þeir þurfa að læra nýtt tungumál á hvert sinn og það alltaf mikið óvissu hvað býður þeim í nýja landi. Stundum eru þau bara sendt til heimalandi í næsta. Það var fjölskyldu frá Somalíu sem var sendt til Kýpur sem komu einstæðmóðir með, ég held það var 4 börn. Hún var sendt frá Íslandi með nýfætt barn sem var ekki með gögn með sér til Kýpurs og það var hún ekki leyft inn í Kýpurs frátt fyrir að móður var með vernd. Fættist hér? Já, fættist á Íslandi. En að því barnið var ekki með gögna. Hún var ekki leyft í Kýpur og var sendt nokkra daga eftir beint til Somalíu. Svo það bara í rauninni þennan óvissu sem við viljum ekki sjá. Kannski lífið mjög erfitt í Kýpur en lífið í Somalíu fyrir einstæðmóðir bara óbærilegt. Það þetta ástæða fyrir því að fólk tekur og rótar upp lífi barna sinna og ferðast langa leið og við höfum auðvitað séð það margoft að
að Ísland og Íslenska ríkið það notar Dyflinnarreglugerðina eins og til dæmis að senda fólk til landsins sem og fyrir þau sem við ekki vita þá Dyflinnarreglugerðin þannig að ef að flóttamaður stoppar í öðru Evrópulandi og fer þar í gegn til þess að komast til Íslands þá má senda hann tilbaka þangað. Já. Og þetta eitthvað svona sem á að vera svona nauðheimill en í rauninni misnotað af Íslenska ríkinu og það hefur verið ámynd fyrir. Já, mjög misnotað og líka fyrir börn sem eru fylgdarlaus börn. Í rauninni það var dæmi með Fati sem kom sem fylgdarlaus barn. Það var í fjölmjölum mitt. Hann var 16 ára? Já, hann kom 16 ára og hann var sendt aftur til Svíþjóð. En í rauninni það var ekki sem fylgdarlaus barn, hann ætti að fá efnismeðferð. Hann var ekki komin með vernd í Svíþjóð og það var ekki búin að staðfesta að fjölskyldu hans væri í Svíþjóð. Þannig að það hefði verið bara í mínum mati það var bara einfallega ólöglegt að senda hann til Svíþjóð en í skýrslu hans var sagt að í rauninni ef fjölskyldan hans finnst ekki þá væri hægt að senda hann til barnaverndar þar. Já. Sem ekkert, það tengist ekki Dyflinnarreglugerð að semja að það sé í lagi að senda hann til barnaverndar sem fylgdarlaus barn, hann ætti að velja hvar. Ef hann ekki með fjölskyldu staðfesta á annan land hægt fyrir hann að velja hvar hann vil fá efnismeðferð. Og hann var búinn að fá synjun í Svíþjóð nú þegar. En samt sem að sendir Íslenska ríkið hann. Þessi börn og þetta foreldrar þeirra sem að koma hingað með foreldrum, eru þau í einhverju sambandi við þau svona eftir eins og til dæmis konan sem var send til Sómalíu? Nei, en fyrir miður, ég var ekki, það var mjög erfitt að hún átti mjög erfitt tengsl í gegnum netinu í flugstöð og það var aðalega vinkona hennar sem var í samband við mig. Sem sjálf með vernd og reyndi sem mest að senda henni gögna til að því barnið var ekki með upplýsingar fæðingu og svona með sér. Og þetta bara eitthvað sem að Íslenska ríkið klikkar á? Alveg. Og að treysta að það sé nú að móðir sé með vernd svo allir myndi vera hleypt inn. Svo já, það alveg, og það ekki fyrsta sinn, það var fjölskyldu frá Makedóníu, Georgiu, sem var sendt úr landi fyrir mistu barn á Íslandi, svo barnið þeirra bara í Kirkjugarð, fyrir komu aftur og mamman fættist annað barn og endanum við fengum neitun að það var ekki nóg að vera með barnið í Kirkjugarð. Svo við voru sendt til Georgiu nema barnið var ekki með gögna og hann var fyrst neitað að komast inn. En að því foreldrar voru frá Georgiu að endanum fengu þau að komast inn en barnið fekk ekki neitt heilsuþjónustu og hann veiktist strax eftir vegna mengun og alls konar. Hann var með svepasýking og alls konar og þau áttu ekkert gögn til að í sína það var barnið þeirra og já, það tók mjög langan tíma fyrir þau að fá hann í kerfi. En þetta eru þetta mörg mál. Hvað núna finnið þið fyrir aukningu í þessum brottvísunarmálum og kannski meiri hörku eða hefur þetta eitthvað lagast? Það núna miklu meira orku og ég held að það mun fleiri sem hafa ekki einu sinni tíma til að ná í okkur. Núna synjun
vegna vernd í þriðja ríki eru mjög erfitt að breyta. Við erum það búin að breyta lög svo að ef ákvörðun kom innan 10 mánaða tímabili, það ekki lengur að krefjast efnismeðferð. Áðan það var ef barnið, ef fjölskyldan hefur verið á landi meira en 10 mánaða tímabili, það væri rægt að fá efnismeðferð en það ekki lengur svoleiðis. Núna fyrir í rauninni að flytja sig að gefa ákvörðun fyrir 10 mánaða tímabili svo að það sé ekki lengur rægt að opna nýtt en fjölskyldan getur verið miklu lengri á landi og það það sem var nú þegar mótmælta raunveruleiki barna ekki gögn í stofnunin. Það í stofnunin. Það raunveruleiki barna hvenær þau komu, hvenær þau að fara. Að segja að þau ekki komin með rætur eða stöðuleiki á Íslandi vegna þess ákvörðun var gefin innan 10 mánaða tímabili bull. Lífið barn ekki að byrja á hætta með útlendingastofnun og kærunefnd. Það allt áfram og á meðan það svoleiðis og svo fyrir að bíða í óvissu fyrir brottvísun. Það í rauninni ánlega elsu barna sem að versna verulega. Og foreldra núna hafa ekkert von lengur. Svo elsu farfeira að versna líka. Það bara bæði tengt. Oftast börnin skilja ekki hvað að gerast. En að því foreldra eru með kvíða, það bara það smitast og börnin finna fyrir og svona óvissunni inn á veggjum heimilisins eða þessum dvalarstað sem þau fá. Núna fyrir miður getum við oftast sagt að það ekkert laglega sem við getum gert. Því það búin að lóka allt. Búin að breyta lögum. En hversu mörg börn eru þetta sem að þið eru í sambandi við bara svona í einu mánuði til dæmis? Núna síðan, ég myndi segja síðan í sumar, það ekki mörg. Við erum kannski með 4 fjölskyldur sem eru á hverju mánuði í samband við okkur. En oftast ég fer í gegnum gögnin og það fyrir miður ofta ég get ekki hjálpað. Og það búin að breyta verkefni okkar að því það bara ekki von. Það komin bara svona ómöguleiki. Já, for fjölskyldur frá Nígeríu hafa ekkert von. Það búin að neita að það vandamáli í Nígeríu. Það bara arbitrary decision að allt í lagi í Nígeríu. Þrátt fyrir að flest konur sem koma frá Nígeríu eru þolandi mansals og eru með bara ræðilega sögur í Ítalíu eða annars staðar í Spáni og við erum samt að standa fyrir aftur þar. Við erum að neita að ástand í Evrópu ekki neita að það ekki í lagi. Við erum að neita að við erum sjálf búa til mansal. Það mansal á Íslandi. Eru þessi börn, fyrir ekki að grípa fram í, þessi börn sem að þið hafið svona verið með til meðferðar hjá ykkur og samtökurum og verið að skoða mál. Eru þetta börn sem að mögulega hafa lent í mansali eða það foreldrarnir? Nei, oftast það eru foreldrar og oftast börnin eru mjög ung og foreldrar vilja verja börn að vera það eru fjölskyldur sem hafa lent á götu og þau vilja verja börn frá bara erfiðleika á götu.
við erum líka með fullt af fjölskyldur sem eru að koma frá Gríklandi og þar fær ekki alltaf mannsal en fær ofbeldi, bara elsu ástand og bara heimilisleysi. Það var núna grein pappi sem fekk sonur sinn í gegnum Grikklands og hann var sagt að vera hann var fundið að hvað heitir það? Vanræksla. Barnið sitt fyrir að fá hann sendt í gegnum Gríklandi, á Íslandi. Pappi á Íslandi, hann fekk vernd og hann fekk sonurinn sinn að ferðast í gegnum Gríkland. Já, frá upprunalandinu. Já, og hann var sagt að vera, það var vanræksla. Það var litið á það sem vanrækslu. En svo við erum samt að senda fjölskyldur aftur til Gríklands. Einmitt. Og það þannig að það var að faðirinn var sakaður vanrækslu fyrir að barnið hans kom í gegnum flóttamannakerfið í Gríklandi. Hafði við komið þar áður en það komst alla leið til pappa síns? Já, að ferðast í gegnum, og við erum að senda fjölskyldur til Gríklands. Við vorum að það var mál með börnin og fylgdarlaus börn frá Palestínu sem voru með vernd í Gríklandi og ákvörðun var fyrst og fremst að senda þau tilbaka því allt var í góðu lagi í Gríklandi og við erum með af hverju vanræksla fyrir pappi að reyna að fá barnið sitt í gegnum Gríkland af í rauninni hvað möguleiki fyrir hann? Þetta svona, það fer ekki alveg saman hljóð og mynd hjá greinilega þessum ríkisstofnunum. En nú, réttur barna og flótta, þetta samtök sem hafa orðið áberandi með svona í opinberu umræðu síðustu ár aðalega og ég meina þetta auðvitað ekkert ofboðslega gömul samtök en samt hafa starfað í nokkur ár. En hvað með ríkisstofnanir og svona rótgróna stofnanir eins og til dæmis bara umboðsmann barna og svo á byrjunni við vorum mjög mikið í samband með umboðsmaður barna bara til að láta þau eyra hvað að gerast. En með nýja umboðsmaður í rauninni við hættum að hafa samband af því þau sendu börn nokkra fjölskyldur sem koma til þeirra. Bara að því átti ekki að huga mál barna og flótta. Svo í staðan fyrir að í rauninni þannig að þau taka ekki að sér mál barna sem eru ekki fædd á Íslandi. Okkur finnst það ekki og sérstaklega ekki börn á flótta sem eru með minni rétt nú þegar. Svo við erum með í rauninni mjög sterk. Þetta eru í rauninni viðkvæmustu börnin? Já, það börn sem eru með kennitala, íslensk börn sem eru með kennitalu og svo bara börn á flótta. Og það finnst mér mjög, það stór vandamál að umboðsmaður barna sem hætti að vera í fremstu röð til að verja réttindi börn og að barnasáttmálinn sé virt fyrir öll börna. Sé ekki að einu sinni að skoða málefni barna á flótta. Við erum í samband með UNICEF sem hefur verið samtökin sem bara mjög vekt á Íslandi. Fyrir með frábært verkefni fyrir að hafa gert skýrslu sem að tala hvernig börn á flótta eru velkomið á Íslandi og hvernig þeir líður og svona. Og þeir hafa gert alls konar. Og í rauninni við erum ekki að krefjast umboðsmaður barna sé að tala eins og við erum að tala. En að minnstakosti skoða hvað að gerast. Já, og umboðsmaður barna sé umboðsmaður allra barna. Já. En eins og ég sagði, við erum hætt að reyna eins og með þessi umboðsmaður fyrir miður. Að því það hefur verið mjög léleg upplifun fyrir nokkra fjölskyldur sem reyndi að bara gefa annað upplýsingar, nýja upplýsingar. Já, þannig að þetta
vandinn stór og það verðist að vera eitthvað stífla hjá þeim aðilum sem að eiga að sjá að börn séu örugg. Já. Og þar komið þið inn á móti og svona reynið. Þetta eru sjálfboðaliða samtök? Alveg, og alpenning fer bara í lögfræðilega kostnaði. Við erum í rauninni að borga meira sjálf í því frekar en við fengum ekkert. Við notum engungu penning fyrir lögfræðilega kostnaði í rauninni. Það hefur kannski gerst að við borgum fyrir eitthvað læknislega eitthvað, tannlæknis, eitthvað svoleiðis sem var. Eitthvað sem að börn fá niðurgreitt á Íslandi nú þegar, en bara þau sem hafa kennitölu. Já. Og nú og bárust fréttur að réttu barnaflótta hefði saminist Solaris. Já, við erum í ferli, það tekur aðeins lengri tíma en ég vildi, en í rauninni myndir að saminast samtökin sem eru með sama UFR og styrkja verkefni okkar í gegnum Solaris sem miklu stærri og öflugri. Og bara allt áfram með sama verkefni í rauninni, vera deild fyrir börnuna innan Solaris og Solaris hefur alltaf verið í rauninni samtalsaðila og bara einhver sem við höfum snúið við leita til. Til fyrir aðstoð þegar við föttum. Svo mér finnst besta skref fyrir okkur að sameinast Solaris til að halda áfram verkefni sem þess að styrkja starfsemina á öllum sviðum í rauninni. Já, einmitt. Og styrkja samtal á milli okkar í staðan fyrir að vera að þurfa að endurteka upplýsingar. Þá bara samtal að betri. Eru svona einhver verkefni sem að þið eruð að fara í núna sem að þú getur sagt frá? Við erum með alls konar verkefni sem við viljum endilega fá studd. Við erum búin að sækja styrk fyrir að minnstakosti 2 verkefni. Fyrir miður höfum við ekki fengið nýtt ennþá, en það sem ég myndi vilja sjá eru námskeið fyrir börn undir 5 ára sem eru ekki að fara í leikskóla, börn sem eru að bíða eftir svar, sem eru undir 6 og fá ekki pláss í leikskóla til að læra íslensku eins og í leikskóla, til að læra menning og að fá börn með mömmur, að því oftast mömmur sem eru með börn geta ekki tekið þátt í samfélagið eins og... Já, það einangrast mikið, hvort sem þær hafa kennitölu eða ekki. Það einmitt, það svona vandi ungra, bara mæðra oft með lítið börn. Svo myndir nýtast þennan tíma með börnin með væri fá kennara sem myndi leiða barnabækur og kenna alls konar íslensk lög og tala menning, og á meðan börn eru að læra, mömmur myndi læra líka. Og það félagsleg í rauninni tíma sem myndi styðja í rauninni bæði börnin og mömmur, að því við sjáum á ánlega stöðu foreldra hafa mikið áhrif á barn og félagsskap fyrir börn svo mikilvægt líka. Svo það eitt verkefni sem við vonum að verður studd. Það kostar svolítið mikið penning að vera með kennara sem eru öflug og með þekkingu íslensku fyrir útlendinga. Og svo ég myndi vilja sjá líka námskeið fyrir móðir sem eru ekki með tæknilega þekkingu, af því oftast ég sé að þegar
móðir eru komin með vernd og kannski tala ekki ensku og hafa aldrei verið mikið í skóla. Þau eru mjög mikið að þau eru að krefjast meira aðstoð frá börnum. Já, einmitt, akkurat. Og oftast ég sé... Þannig að það er aukið álag á börn. Það er mikið álag á unglinga og stundum ég sé börn frá 11 ára aldrei sem eru að fara í gegnum öll gögna. Af því mömmur geta verið að senda tölvupost. Það eru mörg land þar sem konur eru ekki að fá tækifæri að fara í skóla. Þau eru kannski ekki að tala ensku og eru að læra íslensku og allt í einu þau eru komin með vernd og þau þurfa að fara í gegnum rafrænt skilríki, alls konar sem allt á tölvu og það bara mjög mikið álag á börnin sem oftast að fara í skóla á meðan mömmur voru heima að bíða og þurfa að skrá sig sjálf í fristund eða ekki kannski í fristund ef þau eru 11 en í íþróttum og fristundakort og allt þetta finna íbúð líka á byrjunni strax eftir vernd þau þurfa að leita eftir íbúð og ég sé ofta að sé unglinga sem eru að leita með fyrir foreldra íbúð og eru í samband með eigendur og mér finnst það nauðsynlegt fyrir konur að fá svona námskeið til að efla sjálfstraust og þekking í rauninni í nýjasta tækni það myndi efla þær og hjálpa þær örugglega að fara í eitthvað vinnu eftir en líka taka mjög mikið álag á börnum, já. Svo þetta eru 2 stórverkefni sem við viljum byrja og við viljum að leita eftir í rauninni stuðning frá styrkaðila, ég veit ekki. Já, við erum búin að sækja inn eftir því hérna. Já. En þetta eru, og ég veit ekki, sko, kannski fæstir sem eru ekki svona með puttana í þessum málum, kannski átta sig ekki á umfanginu. Það sko bakvið hvern einstakling sem í raun sækir hér hæli alveg fjölskyldusaga, það alls konar alls konar álagspunktar og svo oft veikindi, kvíði og annað. Þannig að þetta mjög fjölþættur vandi og hann ekki bara svona eins og kannski stjórnvöld hafa svolítið látið lítið út eins og þetta sé bara svona einn málaflokkur og þau séu einhvern veginn, flóttafólk sé bara ein tegund af fólki og þurfi að fá sömu meðferð. Já, og í rauninni ég myndi segja að ánlega stöðu fjölskyldna oftast miklu verri en þegar þau komu til landsins vegna langan bið og óvissu og bara svo í rauninni rétt eftir þegar þeir að fá vernd það eins og þeir að vakna úr mattröð og það getur tekið smá tíma. Mörg eru brotin svo það mjög erfitt og svo við þurfum að hugsa íslensku. Ég tala ekki fullkomlega íslensku frátt fyrir að hafa verið á Íslandi í mörg ár og fengið tækifæri til að læra íslensku. En við erum að tala fólk sem eru nýkomin á landi sem eru ekki með, mörg eru ekki með ensku til að byrja með. Fólk frá Nígeríu sjálf tala ekki ensku fyrir tala pidgin English í mestu lagi sem bara alveg öðru viði. En flest eru að tala Edo, Íbo, alls konar tungumál. Þeir eru mjög góðar í tungumál. En að krefjast að þeir myndi tala fullkomlega ensku strax á meðan þau hafa ekki lært ensku. Á meðan þau eru svo að læra íslenskuna líka. Já, og að læra íslensku. Að læra 2 ný tungumál. Það ekki raunveruleg og það margt sem í staðan fyrir að gagnrýna það margt hægt að gera til að styðja í þennan leið að flest
ég hef aldrei hitt einhver sem að segja ég mun aldrei læra íslensku og ég vil ekki allagast. Ég hef aldrei flest vilja taka námskeið og vilja læra sem fyrst. Við öll viljum við vera partur af samfélagi. Já, en það ekki alltaf möguleiki. Stundum við þurfa að fara strax í vinnu. Ef við erum með pínu ensku, þá strax að fara í vinnu og það tekur mjög mikið tíma að geta byrja íslensku þegar þú ert að vinna meira en 40 tíma í viku og þú ert með fjölskyldu. Så það þarf að vera þolinmóð og skilja að þeir eru að gera sitt besta með allt sem, já. Þannig að það í mörg horn að líta. Þakka kærlega fyrir að koma. Morgan Prét Majú, já, við rétti barna á flótta. Takk fyrir að bjóða mig. Og gott að sjá þig og við fáum að fylgjast betur með þér og gangi ykkur alltaf sólu með það sem að þið eruð að vinna núna og vonandi að með nýrri ríkisstjórn þá kannski verði hér einhvers konar breyting á. Já, vonandi. Ég bara vona það alveg. Takk. Takk ykkur kærlega fyrir en dúkiði við. Það meira hér handan við hornið. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.